það er mjög misjafnt hvernig vinnuferlið en oftast samt byrjar þetta með einhverju rými. Ég vinn oftast, jú það má segja það sko, ég byrja oftast á rýminu sem að verkin eiga að fara inn í. En ég sé að á verkunum hér þá eru þau öll á einhvern hátt rýmistengd, meira að segja vídeóinstallation. Sko, þetta er náttúrulega unnið mismunandi aðferðir og það er kannski vegna þess að ég ger ekki svo mikinn greinarmun á aðferðunum sem notar við myndlist. Það er alveg, skiptir eiginlega engu máli fyrir mig hvort eitthvað er málverk eða hvort það er vídeó eða hljóðverk eða eitthvað. Í rauninni er þetta mestu hluti bara það sama fyrir mér. Og ég byrjaði þegar ég var í skóla að vinna með ljósmyndir og smá skúlptúra og ýmislegt svoleiðis. Og svo fór það yfir í málverk og ég var mjög lengi að mála. En svo breyttist það yfir í ljósmyndir sem að mér fannst nánast ekki vera nein breyting eins og ég var að vinna það. Svo það var og samtímis bættist við sem sagt hljóð og vídeó sko. Og ég vinn þetta allt saman samhliða núna. Sem sagt ljósmyndaverk og vídeó og hljóð en yfirleitt alltaf verða unnið sem innsetningar í ákveðið rými. Þannig að það var svoleiðis að tímabili að ég var að mála myndir af efnum. Sem sagt með olíulit, en það voru ákveðin efni sem voru fyrir myndirnar. Og svo breyttist það yfir í ljósmyndir en á mjög svipuðum forsendum, þannig að það var ekki, ég málaði var þá ekki lengur að mála lit einhvers efnis, heldur var það hluturinn sjálfur sem að breytti formi og sá hann þá sem eitthvað fljótandi og var hægt að aðlaga að einhver ákveðnu efni. Og það hefur dálítið mikið með sjónarhorn að gera þetta ef ég breyti lögun í tölvunni á einhverjum hlut sem ég er búinn að ljósmynda, klippa burt allan bakgrunn, að þá kemur automatist eitthvað sjónarhorn inn í það. Það virkar meira sem orginal hluturinn ef maður sér það frá einu sjónarhorni heldur en öðru. Og þetta er búið að vera í verkunum mínum í gegnum mörg ár. Og ég lék mér oft að því að kalla þetta Holbein-effektinn af því að það myndi mig á hauskúpuna í verkinu hans Holbeins frá 1540 eitthvað. Og sem að hefur með sjónarhorn að gera. Það er hauskúpa í verkinu sem maður sér bara ef maður kíkir eftir henni sem að þýðir að maður sér þá ekki lengur þá tapar maður laginu á forminu í restina myndinu, en sér bara hauskúpuna. Og svo ákvað ég núna fyrir nokkrum árum að prófa líka að vinna beint með það og búa til, taka þessu hauskúpu Holbeins og endurvinna hana sem ljósmynd, en ekki með alvöru hauskúpu. Hjá Holbein þá var þetta einhvers konar memento mori, eitthvað til þess að minna fólk á dauðleika sinn og fallvalleika tilverunar. En ég endurtek það hins vegar með ýmiss konar kits útgáfum af hauskúpum, lyklakippum og bókapressum og strókleðri og einhverju svoleiðis sko. En samt sem áður það heldur það kannski einhverju af upphaflegu meiningunni sem var hjá Holbein. Og reyndar hefur þetta sjónarhorn kom það líka stundum inn í verkin mín þegar ég var að mála í þessi sjónarhornsáhugi. Áður en ég fór að mála lit ákveðna efna.
Ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra það, þetta bara einhver áhugi sem ég hef á þessum hlutum sko, að hlutinni líta ekki eins út frá öllum sjónarhornum. Og fjarlægum. Og fjarlægum, já. Eins og þessum verkefni sem Já. Þetta innsetning sem heitir Fjölskyldumynd og ég sýndi fyrst árið 2000 gallerí í Reykjavík, gallerí Sævars Karls. Og hún fjölskyldumynd að því leyti að þetta ljósmynd, nærmynd af nefinu á mér og af eyranu á syni mínum, auganu á dóttur minni og munninum á konu minni, ráðildi. Og svo þessi fyrirbæri einangruð, það allir bakgrunnu klipptur burt og þau teygð til þess að fá ferhyrnt form. Síðan þau bara stækkuð verkin stækkuð eftir þörfum og prentuð út þannig að þau passi á ákveðna veggfletti. Og grunnhugmyndin í þessu kannski sú að einhvers konar samruni þessara líkamshluta og arkitektúrsins. Þannig að því meira sem það teygir einhvern hlut til, því meira tapar hann af sínu upprunalega formi, en heldur samt alltaf einhverju eftir. Hann verður aldrei, það þarf að teygja hann mjög mikið og skemma hann mjög mikið til þess að hann verði alveg abstrakt. En ég sem sagt teygja hann til þess að passa ákveðin vegg og sem að þýðir að hann fær hluturinn, líkamshlutin í þessu tilfelli fær eitthvað af eiginleikum rýmisins. Hluturinn verður á ákveðin leyti að rýminu, en rýmið breytist líka. Rýmið þar leið eiginleika þessa hlutar í gegnum formið af því að það svona ljósmynd náttúrulega heldur ákveðinni þrívídd og svona illúsjón. Og þannig að það má segja að þetta sé samruni þessu tilfelli fjölskyldunar minnar og þessa rýmis. Og það eiginlega í öllum þessum verkum á sýningunni nema kannski helst að hljóðverkið sé ekki alveg inn í því, en þetta hefur alltaf eitthvað með líkamann að gera. Og það kannski að því að verkin eru valin þannig á þessa sýningu til að því að það svona nokkuð svona tema í sýningunni. Og vídeóverkið, sem náttúrulega vídeó og hljóðinnsetning, að því hljóðið alveg mikilvægt úr vídeóið. Mér langaði til að gera verk sem hefði svona dálítið bein líkamlega áhrif á fólk. Og þá hugsaði ég til dæmis geispi. Ef einhver geispa fyrir framan þá gjarna geispa maður sjálfur líka, smitandi. Og eins finnst mér ef maður heyrir svona, inn í svona rólegum andardrætti sofandi manneskju, þá hefur það líka svona áhrif, bein líkamlega áhrif á mann. Og þannig ég gerði þessa innsetningu þannig að ég tók fyrst upp andardrátt sofandi manneskju og ég hægði svolítið á því og ef maður hægir á svona þá kannski þýðir það að það eins og manneskjan eða dýrið, skepnan sem er sofandi verður stærri. Því hægari sem andardrátturinn því meira hefur maður tilfinningur að þetta sé stærra dýr. Hægði aðeins á því sem sagt og svo tók ég þessar myndir af bílum sem að keyra framhjá og hljóðið úr hverjum fyrir sig leið og byggði það, svo breytti því svo eftir andardrættunum, þannig að bæði hljóð og mynd fá þetta andardrátts form sem kannski í svona öndun þá kannski byrjar hver andardráttur hægt og svo herðist á því og svo hægist aftur. Svo smá pása og svo innöndun og svo útöndun og aðeins óreglulegt. Þetta reyndi ég að byggja inn í vídeóið og hljóðið, þannig að það þessi hæging og hröðun allan tímann.
og þetta gerði ég sem sagt eins við alla þessar 6 vídeóum og það sem sagt gengur allt í einu, þannig að það verður svona samhæfður andardráttur sem er kannski dálítið óvenjulegt að margir sem andi svona í takt en það er hægt í svona verki ef maður vill. Þetta eru margir sem eru að anda? Já, þetta er byggt ofan á einn andardrátt en samt verður þetta eins og andardráttur hvers bíls fyrir sig, bara í sama takti. Já, það er einn einstaklingur. Já, svo þegar ég var búinn að búa til þetta þá fjarlægði ég upphaflega andardráttinn. Þannig að eftir stendur svona andardráttur umferðarinnar og svo skiptir öðru hvoru bílana, farartækin sem að þýðir bæði hljóð og mynd sem að þýðir að það er allt endalaus breytileiki í bæði hljóðinu og myndinu. Hljóðverkið mitt það heitir Lækur og það er ósköp einfaldlega upptaka af pínulitlum læk en ég hægi á hljóðinu í annan endan og herði aðeins á því í hinn endan. Það byrjar mjög hægt og svo herðist á því smá saman þangað til að það er orðið svolítið hraðara heldur en sko lækurinn upphaflega er og þessi breyting á hraðanum breytir líka einhverju leyti svona því hvernig maður sér hvernig maður ímyndar sér þennan læk sko. Hægari lækur er kannski stærri eða kannski meira eins og kannski foss eða stærri dropar og síðan er þetta spilað af 6 rásum og færist á milli hæða. Þannig að dýpsta hljóðið, lækjarhljóðið er niðri við dyrnar, síðan færist það eins og upp stigann og upp á loft og þar er það orðið heldur efst upp er það orðið aðeins hraðara heldur en upphaflegi lækurinn. Svo verða niður aftur, upp og niður, endalaust. Og þetta með hraðan er eitthvað sem ég hef reyndar unnið með núna síðustu 10 árin, eða nokkur ár allavega. Og kemur líka inn í þetta með öndunum og það er hæging og hröðun og þetta er eitthvað sem ég hef dálítið mikinn áhuga á svipaðan hátt eins og þegar ég er að teygja til og breyta myndunum, ljósmyndunum. Að þarna er teyging ekki myndrænt heldur tímalega sem hefur líka áhrif á hljóðið.